Æja Guðbjörg, þá er spáin komin og þetta er að fara að byrja og þið eru sett í annað sæti. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, sátt með það. Já, þið eru búin að missa dálítið mikið af stórun leikmunar, segja mönnum minni Teg og Framherjum og svoleiðis. Eru þið búin að ná að bæta einhverju við ykkur? Hafið einhverju áhyggjur af baráttunni í Tegnum? Nei, ég held ekki. Við erum með mjög stóra garda, þannig að við erum búin að fá inn eina stóra sem við bara aðalmarkmið hennar er að taka frákaust til að fylla það kannski búa smá að skilja eftir að Elín og Ranka eru farnar. En ég hef engar áhyggjur af við séum eitthvað minni en aðrar, sko. Ég er gard, ég er 1.80 og ég er eina af þeim stærri í liðinu, þannig að ég sé engar áhyggjur. Stóra systir spáði að þú eri besti leikmaður deildarinnar í ár. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel. Ég er persóna númer 1, þannig hún þarf að segja fallega hluti um mig. Heyrðu, hvernig heldur þessi eitthvað erfiðar að spá fyrir deildina í ár? Er þessi spá kannski bara algjörlega innistæðulaus? Ég bara get ekki svarað, öll liðin eru bara búin að breytast svo mikið, það eru komnir nýjir leikmenn í öll lið og nýjir erlendi leikmenn og þannig að ég held að það getur bara allt gerst í vetur, sko. Já, þið fóruð í undanúrslitin í fyrra á móti Keflavík. Nú lítur allt út fyrir að þið getur jafnvel farið á móti þeim bara í úrslitakeppni. Hvernig líst ykkur á það? Það er bara allt í lagi, maður þarf að fara í gegnum öll liðin til þess að komast í úrslitin, þannig að ef að Keflavík er seinasta liðið sem við erum að vinna, þá er það bara alltaf. Allt í lagi. Það er einhver sérstakur leikur sem þið hlakka til með að þú ert ekki að fara að mæta systurinn í ár? Nei, því miður. Það væri skemmtilegra, en bara fyrsti leikur ég hlakka til að spila á morgun. Það er eina sem ég hugsa núna, er leikurinn á morgun. Allt í lagi. Heyrðu bara, ég það bara góðan leik á morgun og eigið gott tímabil. Takk fyrir það.